Velkomnum með okkur í utanvallar, ennið þáttinn, ólíð til kvenna. Andrés, það ekkert að skýrast í þessu, eða? Nei, er þetta ekki þetta sem við viljum? Ég meina, það var lítið gaman að þessu allt var að skýrast. Það raun og allt í háa lofti alls staðar, sko. Það liðin að gera kröfur að fara í fjarlið úrslit. Ég meina, Grótta og Flotturönn í IBVF þarna og við það eru fullt af spurningamerkjum, sko. Það verður bara frábærir þessar næstu 3 umferðir, sko. Við getum ekki beðið neitt betra. Nei. Við ætlum að ræða aðeins það sem gerðist í síðustu umferð. Kannski bara aðalega kannski sem kom mest á óvart, svona kannski töflulega séð, að Selfoss skyldi taka bæði stíðin af Val. Jú. En svo sem kemur okkur ekkert óvart af því að við höfum talað það hérna áður og okkur finnst bara afskaplega lítið spennandi við þetta valslið. Já, sko, þú allavega varst ekki að hrósa þig mikið, sko. Nei, en ég var sko búinn að ræða það að varnarlega hafa þær verið góðar. Sóknarlega hafa þær ekki verið að skila því sem þær eiga að skila. Og við tölum það seinast á þætti að ef Selfoss ætlaði að reyna að skilja við þennan beina falldraug, það náttúrulega enda í umspili en á öllu líkindum, við ræðum það eins og eftir, en sko þær bara svöruðu kallinu og þær bara unnu Val samfærandi, sko. Yfir í hálfleik og þetta var Já, og allavega þetta, svo sem ekkert kannski stórt, ég meina við erum að tala 27, 24, 3 mörk ekkert stórt. En í þessari stöðu gríðarlega mikilvægt að ná svona samfærandi leik og það fyrir fram að sína áhorfendur. Já, ég skipti öllu máli, enda Hrafnhildur sagði hann í viðtali held ég við ykkur eða eitthvað starf sem ég sá það að lasa. Þær hefðu ekkert verið að einblína endilega á stöðuna, þetta bara að vilja vinna og halda áfram sinni vinnu. Eigum við að trúa því, er það ekki rosalega erfitt fyrir unga leikmenn að, þú veist? Mér fannst það bastalegt svar, eins og Basti hefði verið að þjálfa hana lengi, sko. Basti, þeir eru góðir vinir. En það er sko frábært fyrir hópinn, held ég. Bursið frá öllu öðru að koma heimavöll, vinna eftir hafa gert laglega á sig á móti Haugum leiknum á undan. Þær svöruðu öllu sem það þurfti að svara og nú þetta endalega bara í þeirra höndum, sko. Tróðu svolítið sokk upp í okkur, ég meina það verður að hrósa stelpum og liðunum fyrir það að gera frábært, og við höfum ekki verið hrifin af þeim, en þetta, ok, það ná sér í bara 2 stig þarna. Þú ert búinn að tala það hérna áður að þér finnist öll lyktin að beinast að Fylkir falli. Þú lítur að vera þá ennþá samfærarar það núna. Ég sko, tölfræðilega séð eigar séns. Næstu 2 umferðum verða þær að ná í 3 stig. Meðan að Selfoss má ekki ná í stig. Okay. Sjáum hvað gerist þá allt upp í loft fyrir síðasta leik, sko. Fylkir þarf að vinna Hauka og Gróttu. Já. Getur bara ekki Fylkir unni Hauka og Gróttu? Ég held, sko, þær eru hættar að vera uppi vegg, við tölum senast að vera uppi vegg, sko. Nú það þannig, þær hafa ekki neinu að tapa. Þú ert bara komin í það að, þú veist, þetta það ekki langt síðan við sáum það spila bara frábærlega á móti toppliði deildarinnar. Nei. Sko, þetta að vera svolítið svona eins og orrustuflugmaðurinn, sko, sem að þeir alveg sama, að á að vera alveg sama hvað gerist. Þú fer bara í orrustuna og þú ætlar að vinna hana, því að ef þú tapar hana þá breytir það engum stöðuna, en það getur skipt máli fyrir þitt andlega og bara framtíðina í þessum leikmanns, ekki endilega sem félags, bara leikmenn verða að fara að svara kallinu. Það skipt þjálfara og það verður ekkert breyst og ég held að það sé ekkert núverandi þjálfarum að kenna. Leikmenn verða að bera ábyrgð. En manni finnst þetta, sko, Haukar tapa mjög illa í síðasta. Það skora 5 mörk í einum hálfleik. Þjálfarinn tekur leikmenn bara af lífi í viðtali við okkur eftir leik, segir bara hausinn hafi verið út í sveit og hérna, þú veist, af því sem hljótaðar að koma brjálar í næsta leik á móti Fylki. Auðvitað koma brjálar en Guð minn góður,
Ég ætla ekki að taka það af Gróttu. Ég er búinn að vera að hrósa Gróttu hér eftir áramót, að vera liði sem að væri á rönni og Kári væri að ná öllu sínu besta fram og hann kemur í enn eitt leikinn og hann næri öllu sínu besta, en það segir hann í viðtali. Skárra væri það ef ég inn ekki leik, ef ég fæ 5 mörk á mig í einum hálfleik. Bara hárrétt hjá honum, ég meina þær voru bara frábærar og Haukar bara mættu ofur sterku liði, en svo verður að sjá, verða þær í sárum eða ætla þær að svara fyrir þetta? Ef að Grótta er á svona miklu rönni og er að spila svona vel, þá hljóta þær að vinna Selfoss í næsta leik. Ég myndi ætla það. Topplið Fram hlýtur að vinna Selfoss í næsta leik. Já, þar í næst einu stuðumförinni. Já, í næst í stuðu. Já. Þannig að það kæmi okkur ekkert óvart þó að Selfoss tapaði á móti Gróttu og Fram í næstu 2 umferðum. Nei, en þær gæti alveg sunnið, sjáðu, sko. Núna vinnaði leik samfærandi á móti Val, það gæti hjálpað þeim, ég meina, en það gæti líka, þær verða að sanna það að þetta hafi ekki verið tilviljun. Mér finnst þetta mjög spennandi leikir framönda bæði hjá Fylki og Selfoss. Mjög spennandi, af því að ég held að það getur ýmislegt gerst þarna, sko. Reyndar, sko, myndi ég, það er bara eins og gömlu góðu alkoholistenni, sko, þú verður bara að taka 1 dag í einu, eins og Fylkir verður bara að hugsa núna í núinu, þeir eiga Hauka næst og það er allt eða ekkert hjá þeim. 1 dag í einu og fullt af fundum og vissinni og... Já, ég meina, ég bara trúi ekki öðru, ég meina, það eru frábæra stelpur þarna, góði karakteri hjá Fylki og ég trúi ekki öðru heldur að hungri sé núna orðið þvílíkt að þær mæti snældur vitlausar. Í þessum snúð förum aðeins ofar í deildina og horfum á þessi lið, aðal spennan náttúrulega kannski hvaða lið fara í úrslitakeppnina. Það er bara 4 lið. IBF er inni í úrslitakeppninni núna með 17 stig, Grótta þar fyrir neðan með 17, Valur 16. Ég myndi ekki setja mikinn pening á Val í augnablikinu í Valmálum. Mér sýnist ekki að það er eitthvað. Þær hafa bara gefið eftir og það er alltaf ekki að finna það sem þarf, held ég, sko. IBF? Ég horfði á Fram IBF á laugardaginn og... Þú varst ekki hrifinn? Nei, sko... Svo fórst á fund, Hrafnhildar út í Eyjum? Ég fór reyndar ekki á fund, ég var að tapa fyrir í 3. flokki þar í gær. En sko, ég fer á leik þar sem að... Ég held að hafi verið langt yfir 20 tæknifélag, 25 tæknifélag á hvort lið. Liðin fóru í einhverja keppni hver geti hlaupið hraðast fram og tilbaka. Nýtt sport bara í handboltanum? Já, nýtt sport, en boltinn varð helvíti oft eftir, sko. Það bara kastað út í loftið, leikmenn grip ekki, þetta var svona... Hjá báðum liðum? Já, hjá báðum liðum, sko. Þetta var bara svona borðtennis leikur sem að, sko, IBF er ekki unnið þennan leik. Það sem bjargaði fram að það að í restina, þær voru alltaf yfir, sko. Þú sagði, má ekki gleyma því, þær eru yfir, hvað var það, 14-9 í hálfleik og þær eru alltaf með frumkvæði. En þá kom rönn, sérstaklega í seinni hálfleik, þá kom rönn hjá IBF. Ef þær hefðu minnkað tæknifélagana sína 4-5 á ákveðnu tímapunkti, þá þú færið yfir. Sko, mér langar aðeins að, ég vissi það, við vissum það þegar leiktíðin hófst og maður sá leikmannahóp IBF sem var mikið í meiðslum þá að breiddin var ekki mikil. Núna eru allar komnar út úr meiðslum nema Drífa, hún kemur bara ekki til með að spila meira. En ég spyr hvaða... Þeir eru með 9 útileikmenn. Ég ætla að fara að segja það, ég segi hvaða alla. Er liðið í virkilega ekki starra en það að það eru 11 menn á skýrslu? Voru 11 leikmenn á skýrslu. Og Drífa dottin út, hún er kannski 12 manns. Þú máttu vera með 16 manns á skýrslu. 14. 14, já. Þetta er náttúrulega bara eitt af þeim vandamálum sem að liðið svo IBF stendur frammi fyrir og norðamenn voru að standa frammi fyrir í fyrra þegar þeir voru í Olísdeildinni. Það er erfitt að fá leikmenn til sín. En ég hélt bara að IBF hópurinn bara í raun og veru bara væri stærri en... Nei, þær eru þarna, þær reyndar að banka upp á 1, 2, 3 flokki viðbót.
Það eru 3 úr 3. flokki í hópjáðum, ein sem að spilar ekkert eða lítið, hún er Örfend sem að tekur vítin og er að gera það frábærlega og svo ertu með Söndru og Þóru sem er að spila, eru með hlutverk í liðinu og þeim vantar bara meiri breidd og þetta gæti Það fá ekki meiri breidd í restu 3 leikjum. Nei, og ekki það sem eftir tímabilsins, þannig að þær verða bara að notast við þessar leikmenn og ná því besta sem þeir getur. Er það ekki bara kraftaverk ef að IBVF nær inn í þessu úrslitakeppni? Búin að vera með hálft liðið í meiðslum, helminginn á tímabilinu? Það er allavega því flott og frábær árangur miðað við það sem undan hefur gengið, en ég held að það sé við rammaðan reipa að draga. Ég held að þá verða Haukar og Grótta að gefa, annarhver þeirra að gefa eftir, því að sko IBVF á svaðalega leik næst. Það er á Stjörnuna heima. Já. Og Stjarnan má ekki missa sig að þeir ætla að vera deildarmeistarar. Já, IBVF á Stjörnuna og svo á IBVF eða ekki Gróttu. Nei, svo á IBVF Haukana úti. Já, það er á Gróttu í síðasta leik. Gróttu í síðasta leik og við erum að fá það moment upp sem við vildum fá. Ef allt svona gengur eins og við óskum eftir í þessu, þá verða sko hugsanlega ekki 2, ekki 3, hugsanlega 4 úrslitaleikir í seinustu umferð. Við erum bara að horfa fram á það. Það gæti orðið 4 úrslitaleikir í seinustu umferð. Helst að sko fram Stjarnan berast deildarmeistaratitilinn, IBVF Grótta, bæði að berast að komast í fjárhagsleg úrslit. Þú ert með Val Hauka og síðan Selfoss Fylki, þannig að við erum að fá hugsanlega eitthvað frábærasta endarsprett sem hefur verið á Íslandsmóti lengi. Og þetta kemur kannski í ljós í þessum 3 síðustu umferðum, þá í hvaða standi liðin hvernig þau eru að spila, hvernig svona mórallin og bara hvernig spilamennskapin búin að vera. Ef maður á að horfa á þessi lið, Fram búin að vera spurningamerki. Haukar eru náttúrulega bara eins og jójó. IBVF með 9 útileikmenn. Stjarnan. Það er engin vandamál þar fyrir Ísbani. Það ekki bara... Nei, það er ekki vandamál. Eina vandamál hjá þeim það í augnablikinu. Þeir vantar 2 stig til þess að... Þeir vantar 2 stig. Þær voru í... Það vantar náttúrulega meira, fram með innbyrðis á það. Jú, en sko, til þess að þetta sé raunhæft, sko, þá vantar þeim 2 stig ekstra. Já. Nú ef þetta staðan í fyrir seinasta leik, þá voru Stjarnan að vinna með hvað, 5 mörkum? Ef að Fram vinnur næstu 2 leiki og Stjarnan vinnur næstu 2 leiki, sem við getum alveg gert ráð fyrir, það er sterk lið, þá verður Stjarnan að vinna með 5 mörkum. 5 mörkum, það var jafntefli 21. Stjarnan getur alveg unnið Fram með 5 mörkum. Já. Getur gert það eftir? Kannski ekki eftir, allar í landsliðspásu, en hugsanlega í þessu leik, já. Hvernig ætlar að segja mér hvernig þetta endar? Hvað verða 4 eftir liðin? Svona... Já sko, þú veist, það eru náttúrulega ákveðin spurningamerki. Ég var sammála Óskar Ránars, hann sagði ég trúi ekki að stelpurnar séu fúlar yfir þessu, en ég held þetta að verði staðan Fram, Stjarnan, IBVF Grótta. Og já, IBVF Grótta. Grótta hvað er að færa Gróttu þessi stig? Það er að raka einn stig og bara svona jafn og þétt. Það er bara náð að þjappa sér saman. Það er eitthvað fítus og eitthvað sem þær... Einhver leikmenn sem er að koma þarna og stígu upp og... Jú, markmaðurinn hjá þeim hefur verið að stíga vel upp. Við tölum það vantaði markvörslu og hún bara búin að vera frábær í undanfarna leikjum og vörnin eru sterkari. Þær eru sko... Þetta er bara að verða sólitt lið. Er þetta ekki liðið sem að menn bjugust við að yrðu betur heldur eru búin að vera allan veturinn. Já, ég meina það gátt ekki orðið verri heldur en eins og það byrjuðu móti. Nei, en ég meina stundum það bara þannig að það gengur illa og svo finnur rétta andrúmsloftið, þú finnur réttu blönduna og það Kára og félögum hérna út af Nesi að takast það. Og þá er bara nýtt mót þegar að úrslitakeppnin kemur. Fyrir síðustu umferð í þessari deild kemur fréttatilkynning frá handknattleiksdeild Haukum að það verði skipt þjálfara. Þjálfarinn sem er að þjálfa liðið núna muni hverfa á braut og nýr ungur óreyndur þjálfari sem að reyndar alla stelpurnar þekkja komið til með að stjórna liðinu. Er þetta rétti tímapunkturinn
til þess að henda svona bombu frá? Já, við eigum að, sko, erlendis þetta gert hvenær sem og við eigum að vera hvað öðruvísi. Ég meina, þú ert búin að taka það verkefni. Sko, Óskar Ármanns mun klára þetta verkefni 100%. Þá var hann að vinna bara næst. Útveldurinn, ég menn, hann mun leggja þessu 100% fram. Alveg án efa. Og ég trú ekki öðru heldur það að leikmenn, ok, látum vera einn leik, svona smá sjokk og svona, ég trúi því ekki að leikmenn sem að hlaupa og svitna og djöflast alla daga vikunar hafi látið það hafa eitthvað áhrif á sig þó að vera skiptuð þjálfari í sumar. Þær veit ekki eins og hvort nýju þjálfari vilja hafa þær í liðinu. Við ætlum að komast þegar við verðum með ítalegt viðtal við Ella. Þú spyrði hann að þessu fyrir mig, hvort hann ætla að vera að mata leikmenn. Takk fyrir þetta, Billy. Takk hjá það.